Jæja, komið sæl, velkomin á hádegisfyrirlestur. Þannig í dag ætlar Ragnheiður Traustadóttir, fornleifafræðingur, að flytja hérna erindi. En hún eins og þið kannski flesti vitið, hefur stundað fornleifarannsóknir í bara allavega 25 ári, ekki meir, pluss hérna á Íslandi. Og stjórnað ýmsum fornleifarannsóknum ásamt því að sinna miðlun fornleifarannsókna og fornleifa. Með til dæmis sýningagerð, skiltagerð, bæklingum og fleiru og einnig hefur hún verið að skrá fornleifar sem auðvitað eitt af mikilvægastu hlutverkum fornleifafræðinga fornleifaskráning. En í dag ætlar hún einmitt að segja okkur aðeins frá fornleifum í eldvörpum út frá nýrri, eða svona nýlegri fornleifaskráningu og þá aðalega tala hinn dularfullu Birgi. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Takk. Ég þakka fyrir að fá að koma að tala hjá félaginu og eins og Sólrún sagði þá ætla ég að tala Birginn í eldvörpum og aðalega út frá kannski nýrri fornleifaskráningu sem ég gerði ásamt Ómari Smára 2013. En Birginn hafa oft verið kölluð Tyrkjabirginn og fundust á 19. öld og ég ætla að reka þess á rannsóknarsögu og það nú ekki margir fornleifafræðingar sem hafa farið þarna og þau eru í eldvarpahraunum og ég ætla aðeins að sýna ykkur, ég veit ekki hvort ég sé mig hérna, nú er ég búin að týna bendlinu mínum. Eldvarpahraunin eru eitt af þeim raunum sem voru að renna þarna á 13. öld, 1211 til 1240. Og ég veit ekki hvort ég ætla að ná hérna bendinu, ég var með þetta bendi. Ég sett hann aftur ofan í töskuna því hann virkaði ekki alveg eins og nátt að gera en það virkar samt. Ég ætla bara að byrja að sýna okkur hérna aðeins svæðið. Þetta alveg... Hérna eru eldvörpin. Hraunin hafa öll fengið hérna mismunandi nöfn og Illahraun þetta hérna hraun sem rann sennilega 1226. Síðan þetta hérna Sundafjörðarhraun og þar inni eru þessi hérna Birgi sem fundust á 19. öld. Þetta svona kannski vert að hafa í huga þegar við tölum kannski aldur á hérna síðan þessum minjum að hérna þessi hraun myndast ekki fyrir á 13. öld. Ég ætla ekkert að fara inn í umræðina eldvörpin sem slík eða það umræði sem átt sér stað núna virkjana hérna framkvæmdar á svæðinu en get svona bent á það að þessar minjar sem ég er að fjalla þær eru langt frá framkvæmdarsvæðinu þannig þær eru allavega ekki í neinni hættu en óljóst náttúrulega hvort að fleiri minjar séu að finna á svæðinu því að á síðustu árum hafa einmitt fleiri birgi komið í ljós, ég ætla að sýna ykkur og segja frá. Kofar þessi fundust 1872 að tilviljun og voru fyrst hérna var lýst og skoðað af Þorvaldi Thoroddsen 1883, síðan kemur Brynjólfur Jónsson hérna 1902 og lýsir þeim í grein í Árbókinni 1903 og síðan gerður út leiðangur árið 1950 sem Ólafur Brím stóð fyrir og skrifa svo í hérna útilegumenn og Auðatóttir og fór þarna ásamt bróður sínum og Gísla Gestssyni frá Þjóðminjasafninu og Björn Þorsteinsson fór með. Síðan gerð smá skráning hérna eða koma upplýsingar frá Ómari Smára árið 2003 en hann hefur gengið þetta svæði bara síðustu 20 árin. Síðan fer hann aftur eða finnur hann önnur birgi árið 2006. Síðan hefur svæði verið skráð í þrígang síðan 2006, fyrst af hérna Agnesi Stefánsdóttur hjá Fornleifum ríkisins fyrir rammaáætlun og síðan skráði Katrín þetta 2012 sennilega og það var ljóst í báðum þeim skráningu þá vantaði upp á minjar og skráði við þetta aftur 2013 fyrir HS Orku. Og það er kannski vegna þess að nýju birgin hefur aldrei verið gefið upp hvar þau hérna eru og það er eiginlega mjög erfitt að finna þess að vera með annarkvort nákvæmlega staðsetningu eða eitthvað til þess að fara með sér svæðið.
Þetta var friðlýst árið 1930 af Matthíasi. Hann fór ekki að skoða þetta, heldur friðlýsti þetta sem útilegumannabæli, húsatóftir, sem til eru þá húsatóftir bænum sem liggur niður við sjó, og segir þetta sé Hraunfoss norðvestur á túninu, eins og þetta sé bara svona rétt í túnfætinum. Það það nú ekki. Og já, það er svo mikið meira það að segja. Hann vísa bara í árbókina og lýsing af Brynjólfs á minjunum. Og hérna sjáum við fyrstu myndina. Ég myndskreitt þetta mikið með þessum byrgjum og en alltaf svona bara mest að reykja söguna. Þetta kort sem við gerðum 2013 og við skráðum alveg frá eldvörpunum og niður af sjó og mældum inn stígana sem eru þarna, og það prestastígur, átlastígur og skipstígur, og það svona til að sýna okkur hvernig umhverfið er. Þetta eru byrginir þetta Sunduvörðuhraun, þetta eru nýfundnu byrgin og þetta eru hellir og annað sem það fannst. Og fyrst og fremst voru þetta þessar leiðir og vörður. Ég held að við skráði yfir 360 vörður og 10 örugglega refagildrur og síðan nokkuð byrgi og garð og fleira inn á eldvarpasvæðinu. Þetta bara að sýna okkur vörðukortið. Þið getið séð hvað það þétt af vörðum og þarna komið hringur þá yfir þessar byrgin eru. Og síðan þetta þá neðri hringurinn niðri staðahverfið, þetta og þetta eru járngerðarstaðir. Það svona til að sýna okkur afstöðuna til byrgjana frá bæjunum. Og þau eru mjög vel falin þarna inni í hrauninu. Við skoðum aðeins Árnastíg. Þið sjáum að hann, Árnastígur er þessi Hann liggur bara á sléttri hraunhellinni og svo er úfurhraunið vestan við. Þetta er prestastígur og þetta er skipstígur. Hann hefur verið mest unninn og voru að gera mikla endurbætur á honum á 19. öld. En Árnastígur, hann lá út af höfnum og af básendum og er sennilega einn svona aðal samgönguleið sem var notuð þegar verslun frá Grindavík færðist yfir á básenda. Þorvaldur Thoroddsen, þegar hann skrifa fyrst þetta það kemur svona smá eins og fréttatilkynningu Fróða byrgin og síðan í Andvara og síðan skrifar hann smá lýsingu í ferðabók sinni og hann lýsir aðalega bara hrauninu í kring og svona umhverfinu og hvað erfitt að komast að þessu. Hann finnur þetta nú ekki þegar hann fer í fyrsta leiðangurinn sína upp, heldur fær aðstoð frá Sæmundi sem þekkti til að vissi hvernig þetta komast þarna. Þannig að hann hafa oft orðið að fá svona leiðsögn til að finna staðinn. Hann finnur ekki nema 3 tóftir og byrjar strax að tengja þetta við ófriðartíma í Grindavík, annaðhvort á 16. og 17. öld, þá við Tyrkina. Og telur þetta geti verið mannabústað en þó ekki því að þetta sé svona það miklir eða litlir kofar og erfitt að vera inn í þeim. Brynjólfur, hann finnur aðeins fleiri tóftir, 7 og lýsir þeim og hann líka lendur í því að þurfa að fara nú 2 ferðir upp eftir. Og hann segir að tóftirnar hann fundist 1870 en ekki 72 og bróðir hans hafi verið einn af þeim sem var með í þeirri ferð. En Brynjólfur var lengi í Grindavík og þekkti vel til þar. Hann með ýmsar svona hugmyndir og velta fyrir sig til hvers þessar tóftir voru notaðar og eitt af því hann velti fyrir sig hvort að börn hafi getað hlaðið þetta verið bara leikvöldu barna, en finnst þetta nú alltaf langt frá byggð til þess að, hann tala unga drengi, kannski 10 til 14 ára þeir geta hlaðið þetta, en svona fer nú frá því, velti síðan þá fyrir sig hvort þetta séu kofar fyrir sem þurrkjallar til þess að þurrka kjöt. Og
hann telur þó einn hérna komin geti verið hérna mannabústaður og svo talar hann að í einni tóftina hafi fundist hérna hugsanlega eldstæði sem gæti hafa þá verið eldhús og hann hefur það eftir þá honum Sæmundi. Þar hafa menn fundið hérna einhverja leifar af eldstæði. Síðan gerður út hérna leiðangur 1950 og mér svona grunar Björn Þorsteinsson skrifar þennan leiðangur í hérna Nýju tímanum og Þjóðviljanum að þetta sé svar svolítið við hérna, þeir fara að velta fyrir sér hérna útilegumannabyggð eftir að Halldór Laxness skrifa grein 49 þar sem hann segir ekki að vera einu útilegumenn á Íslandi og þetta sé svona, þeir farið að kanna þetta en það skrifa svo Ólafur Brím hérna bókina Útilegumenn og tóftir. Því að hann byrjar að vitna í það í þessari grein að hérna, Halldór hafi skrifað þessa grein hérna árið áður og hér hafi hugsanlega bara verið einn útilegumaður og það hafi verið hann hérna frægasti útilegumaðurinn okkar sem mann bara ekki heitir sem ég ætlaði að segja, Fjalleigundur og hann sé svo eini sem hafi hérna verið til. Þeir velta fyrir sér þessum hugmyndum hérna Brynjólfs barnagarða og eru svona sammála Brynjólf, það getur ekki verið. Þeir líka velta fyrir sér hvort þetta sé þurrkhjallar fyrir kjöt og svo svona skilgreina svolítið hvaða tóft er hérna, gæti verið mannabústaðarausu, hvað gæti verið hérna verið þá einhvers konar þurrkhjallar. Reyna að tengja þetta við einhverja þjóðsögur, komast ekki svo sem að neinni niðurstöðu, en eru á því eins og bæði þá Þorvaldur og Brynjólfur að þetta sé, menn séu samt að gera þessi byrgi til þess að vera í felum fyrir einhverjum, þannig að þetta sé svo erfitt að hérna komast að þessu. Og ég fann nú hérna fyrir 2 árum, þá var ég eitthvað að spyrjast fyrir á Þjóðminjasafninu, hvort það væri til eitthvað meira hérna Tyrkjabyrgin og þá fundi ég og Guðmundur Ólafsson bréf frá Jóhanni Brím sem hann skrifar 17. apríl 1950 daginn eftir þegar þeir skoða byrgin. Þessi bréf hafa nú aldrei verið komið svona sem neitt fram annar staðar og ekki, það er lítill hluti af þeim notaður í greinina Ólafs Bríms og í bókinni og í greininni sem Björn Þorsteinsson skrifa. En Jóhann ákveður að gera góða afstöðulýsingu af svæðinu og endar á því að segja hérna á nýja herforingjáráskortinu ætti rústirnar að vera mjög nálægt hérna D í hérna orðinu Sundvarða. Og þetta var svona ágætis hérna ábyrning því það er alveg rétt hjá honum því að hérna getur alveg farið eftir því að maður skoða þetta kort. Hann segir að þeir hafi ekki fundið nema hérna 8 tóftir en Ólafur Brím hérna þó með 10 tóftir á hérna kortinu sínu, þannig ég veit ekki hvort að menn hafi það er ekki alveg samræmi þar á milli. Og þessar myndir, ég sá að það voru til myndir hérna í blöðunum sem birt frá sem leiðangri og ég athugaði Þjóðminjasafninu hvort það væri til. Það fann þar enginn og svo talaði ég við Margréti Gísladóttur sem að systir hans Gísla. Þá fann hún nokkra myndir sem að ekki eru ekki til hjá Þjóðminjasafninu frá ferðinni sem Gísli tók, það eru 4. Ég hef ekki fundið sjálfar myndirnar sem voru í greininni og þetta er ein af þeim. Og ég og Þór Magnússon heldur að þetta sé Jóhann Brím, þannig að setti hann þarna. Þetta minnst voru ekki Gísli og þetta er ekki Björn, en það var svo nokkuð við sem þetta gæti verið hann. Þetta er uppdráttur sem birtist í Útilegumenn og eða tóftir og þarna eru komnar þá 10 minjar á svæðinu og þarna upp á hrauninu eru 2 tóftir sem að þeir eru að lýsa þeir hafa ekki fundið en þar aftur á móti tala Brynjólfur að það séu tóftir upp á hrauninu. Þannig ég veit ekki hvort að það séu að menn hafi hérna kannski bara svona sirka settar þarna. En þó bendir ýmislegt til þess að þeir hafi fundið þessa því þessi er svona hringlaga einkennileg tóft og það er allavega þess að þeim hefur fjölgað frá 3 frá því Þorvaldur var og 7 frá Brynjólfur uppi að vera 10 núna hérna 1950. Þetta eru myndir þaðan
Þetta er skemmtileg lýsing af þessari hérna tóft. Þetta svona eins og 3 byrgi sem snúa baki saman og hérna Björn Þorsteinsson lýsir þessu eins og strætisvagnaskýli. Ég veit ekki hvernig þau litu út 1950 en hérna þeim finnst þetta svona merkilegasta tóftin. Ég ætla að biðja ykkur að skoða það, að sjá það hérna á þessum eldri myndu hvað er rosalega mikill mosi og yfir öllum tóftunum í umhverfinu og hérna þarna hafa þá ekki margir farið, sem sagt frá því þau fundust og væntanlega mjög fáir, já, frá því að Brynjólfur var þarna, þannig að það er engin hérna umgangur búinn að vera á svæðinu. Og Brynjólfur nefnir þegar hann talar aldurinn að þetta kannski miða við hvað mikill mosi er á tóftunum, þá sé hann bara eins og sambærilega í umhverfinu, að það kannski bendir til þess að aldurinn sé mjög hár. Niðurstaða St. Ólaf Bríms er þessi eiginlega tilgangslegt að fjölurum upp á þessara kofa og honum finnst eiginlega allar þessar tilgátur sem að komi ekki vera alveg fullnægjandi með öllum spurningum sem þetta vakna og hverjum þess að skoða rústirna athygli. En niðurstaðan er náttúrulega að sé gert af hérna mannavöldum, en hvers vegna einhver vildi fara huldu höfði, það væri aftur óljóst. Þetta hérna er sem sagt stóra þetta minjasvæði sem að allir hafa verið að skoða. Þetta er hérna það sem nýju byrgin eru, þau eru 2 hérna. Hér fannst líka hellir 2007. 82 fannst hellir hérna sem að Guðmundur Ólafsson skoðaði þegar var að verða að bora, eða sem sagt fyrsta borholan kom hérna. Síðan fundum við hérna byrgi og garð hérna sem að svona hugmyndir hvort að það séu frá refaveiðum á seinni tíma þegar menn voru að eitra fyrir ref, þar sem að þá var stundum gerður svona leiðagarður inn í byrgi og eitri sett fyrir utan, en það er óljóst. Síðan erum við búin að finna, núna sem ekki er þessu korti, því að ég eiginlega fann þau eftir að bara klára skýrsluna. Þá fann ég 1 byrgi hérna og 2 svona sem heitir aðhald. Þannig að það er ekki komið inn á þetta kort. Hérna eru myndir af byrgjunum í Sundavörðurinu og þarna getið þið séð hvernig náttúrulega er búið að ganga töluvert í kringum þessi byrgi núna í dag. Ég get bent á þegar ég var með leiðakortið, það er búið að leggja stíg sem heitir Reykjanesvegurinn. Hann var lagður 1990 og hann fer fram hjá eldvörpunum, eða fyrir neðan eldvörpin, sunnan við þau, allarleið frá Nesjavöllum og út á Reykjanestána. Og hann hefur gert aðgengið miklu betra. Hann þverar þá skipstíginn, Árnastíg og Prestastíg. Og þannig að það er svona, já, menn eru farin að fara þá miklu meira þarna niður. Það búið líka að fara svolítið með hópum. Þarna getur þessi myndin sem er tekin 2003, þessi lengst til hérna vinstri. Þarna er ennþá mjög mikill mosi. Og svo getur við þessi myndina lengst niður til hægri, hvernig hérna hefur núna verið gengið mikið þarna Allar þessar tóftir eru með helluþaki. Þær eru með vindaugum, ekki þó alveg allar, sem var eitt af því sem að Brynjólfur taldi geta bentist að væri þurrkjalli fyrir kjöt og líka mannabústaðar. Og stærsta tóftin er svona 4 sinnum 2 metrar einamáli og það eru flesta svona 1,30 til 1,40 á hæð af þessum sem eru svona byrgi. Þannig að það meina yfirlitsmynd. Þannig er sem sagt 1 byrgi, 1 hérna og 1 hér og svo erum við hérna í horninu og svo hérna upp á brúninni. Þetta er kort sem að Ómar Smári gerði 2003 og þá var hann svona eiginlega alveg í samræmi við kortið hans Ólafs Bríms, en síðan stuttu seinna þá kom í ljós að hér var refagildra, hún er ekki, Ólafur Brím hafði ekki fundið hana, hér er varða og hér er eins og það hafi verið byrjað að gera byrgi, þannig að það hefur fjölgað aðeins.
minjanum á svæðinu. Síðan sem sagt 2006 þá eru þeir að ganga, hann er að ganga á samtalum Óskari sem er yfir allan fólkvanginum á Reykjanesinu sem snýr sér svona niður einhverja gjáðarna og segir, er þetta ekki hús þarna? Og þá fundu sem sagt þessi 9 byrgi. Við höldum þau 7-3, þeir geta verið fleiri, við höfum ekki þetta eru þess myndir af þeim. Ekki vilja fara þarna niður og skoða þetta almennilega og helst ekki gefa upp nákvæmlega hvar þið eru. Þeir eiginlega, gefst kannski tækifæri á að rannsaka áður en að verði mikil umgangur. Vegna þess að það er svolítið mikilvægt að gólfin þarna virðast vera allavega að þau eru þaki mosa. Í byrgjunum í Sundavörðuhrauni þá er allir mosi farin að það er búið að ganga inn í alla tóftirnar. Þannig að það er kannski einhver tækifæri þannig til þess að rannsaka þessu með öðrum hætti. Og þið sjáu þetta, eins og myndin er lengst uppi til hægri, að þetta er ekkert auðvelt að sjá þetta í þessu hraun. Ef þið fara þarna þetta er náttúrulega hraun út allt og mosi. Þetta virkar eins og þetta sé bara, geta alveg verið náttúrulegt, en svo er þetta allt hlaðið. Og þakhellurnar, maður sér það þegar maður fer niður, að þær eru til hliðar, það verið teknar niður, þannig að það sem hefur verið í byrgjunum hefur verið tekið út og síðan hafði ekki verið notuð aftur. Ég fór úr skónum og gekk inn á svakalistanum til þess að búa ekki til neins spor. Og þetta er allavega, þau eru 1 kílómetra í burtu frá gömlu byrgjunum. Síðan fannst þessi helli útiljómanhelli sem að Guðmundur Ólafsson kom og rannsaka eftir að búið var að raska honum. Það voru hleðslur inn í honum og eitthvað af beinum. Það er ekki búið að aldursgreina hann. Er það ekki rétt hjá Guðmundur? Já. Þannig að það er ekkert svona vitað og það er ekki heldur búið að greina beinin eða það? Það eru greint, já. Þau eru ekkert svo langt frá þessum nýfundum byrgjum og í örnefnaskrá Húsatófta þá er talað brauðhelli að Grindvíkingar hafa farið upp yfir og baka brauð. Það er svona svolítið óljós sú heimild og þá er talað líka brauðstíg og hann er sagður liggja inni hjá gömlu byrgjunum. Ég svona kaupi það ekki alveg að ef menn hafa verið hlaupað upp inn í helli þá hafa menn farið Árnastíg því að hann er miklu einfaldari. Þá er núna svona spurningi hvort að þessi hellir að tengja hann eitthvað við þessi byrgi eða hvort að hann tengist bara raunverulega brauðgerð. Það er erfitt að fara inn í það núna í dag. Hitinn er svo mikill, það getur ekkert verið lengjur og þannig hefur hann alltaf ekki verið ef hann hefur verið notaður því við sjáum alltaf þessar hleðslu sem eru hérna. Síðan 2007 held ég að verið, þá sáum menn að það var smá fyrirhleðsla í þessari raunrás hérna. Hellar út allt, ég held að sé 600 hellar öllu Reykjanesinu í raununum og mikið af skjólum og fyrirleslum í hellum. Þessi er mjög lítill og þröngur en inn í honum eru 2 bæli og smá hleðsla. Það var eitthvað svona örfá bein þarna. Hann hefur ekkert verið rannsakaður, við skráðum hann bara með í skráningunni 2013 og hann er svona á milli 9 byrgjana og brauðhellisins. Og þá er svona spurning hvort það er að fara að tengja þetta allt saman og hvort að þetta sé þá útiljómanni hellir. Ég veit ekki hvort að Guðmundur hafi gefið honum það heiti brauðhellinum eða... Nei, ég hafði aldrei heyrt hvað það var. Nei, brauðhellir. Nei, hann útiljóma hellir. Þú, það er bara því þið fannst það að þetta vera útiljómi. Já, það var alveg, í mínu huga alveg ljóst þetta var fyrirstöð. Því að inngangur, manngerður inngangur væri loftinu sem hafi verið byggt og hafi verið byggt yfir. Já. Það sást ekki. Eitt af því sem að hefur aldrei verið nefnt í því að túlka þessi byrgi, það er að þetta séu fiskibyrgi og það er ekki fyrir Ómar Smári segir það í viðtalinu í Fréttablaðinu 2006 að hann telur þetta að vera tortilla Grindvíkinga
að menn hafa verið að hafa fela fisk frá biskupnum eða frá Skálastól sem átti alla Grindavík og velti því fyrir sig hvort að menn hafa verið að koma undan og fara með hann upp í hraun. Og hann telur þetta séu frekar fiskibyrgi og það hefur aldrei verið áður nefnt. Og við erum búin að fara að skoða öll þessi byrgi á öllum þessum verstöðum sem að tengjast Grindavík og við erum líka búin að fara að heimsækja hana Lilju og Guðfiskála. Og þessi byrgi í eldvörpunni þau minna mest á fiskibyrgin og þannig að mér finnst það svona orðið líklegast að þau hafa verið geymd til þess. Það víða, eins og við sjáum þetta frá Selatöngum, þar eru oft vindauga, það hlaðið þannig að það blæs í gegn og oftast er þak yfir öllum þessum byrgjum. Þau eru náttúrulega sem topplaðinn á Snæfellsnesinu. Þau eru ekki mörg þannig en það gæti þó verið eitt byrgið í eldvörpunum hafi verið topplað. Það er þetta sem Stringlana, litla. Og eru til dæmis á Ísólfsstöðum, ég held sem búin að skrá 80 fiskibyrgi þar og mörg þeirra eru bara mjög svipuð í byggingum. Þau eru kannski aðeins fleiri á bæði Selatöngum og Ísólfsstöðum sem eru stærri heldur en byrgin í eldvörpunum. Ég kannski segja þau væri svona eins og frekar þessi sem væru minni. Aldur og hlutverk þessara byrgja og það er náttúrulega alveg ljóst að það er mjög erfitt að aldursgreina þau en ég svona teku undir það sem Brynjólfur segir að hann náttúrulega skoður þetta það snemma að mosalagið er eins þykkt á byrgjunum eins og hrauninu kring og það er það sama þá með nýju byrgin, það sér ekki neitt mun þannig að það svona kannski styrkir það að þau séu nær þeim tíma að vera kannski 13., 14., 15. aldar byrgi og þá erum við náttúrulega komin langt frá Tyrkjunum þannig að þá er þetta engin byrgi til þess að fela sig frá þeim en það er alveg ljóst að það er að gera einhverja betri aldursgreiningu á þessu og hvort það þessi hægt ég bara veit það ekki. Mannabústaðir, það er náttúrulega alveg ljóst að allir þessi kofar eru ekki mannabústaðir en það má velta fyrir sig hvort að stærsti kofinn sem er í Sundavörðuhraunis hafi verið einhver svona íverustaður og hitt séu síðan allt saman fiskibyrgi. Ég held ekki að þetta séu geymsluhallar fyrir þurrkað kjöt. Það er bara eitthvað ósennilegt að fara með það þarna upp yfir og fyrir utan það að neysla Grindvíkinga hefur sennilega alltaf verið 90% fiskur og minna kjöt gegnum aldirnar og þessi byrgi minna fyrst og fremst á fiskibyrgi sem við þekkjum annars staðar frá. En svo aftur í móti hverjir voru að gera þetta, hvort að þetta eru einhverju sem voru fyrir utan samfélagið, einhverju útilegumenn sem bjuggu hérna og nýttu sér þá bæði líka hellana og væntanlega þá stóli fiskneðan úr Grindavík eða hvort að þetta séu menn að hafa fela fisk svo Skálholtsstóll næði ekki tæki ekki allt. Það er náttúrulega þekkt í gegnum tíman, það er þekkt í Noregi á seinni heimsstyrjöldinni að þar fóru menn út í skóg og höfðu mat undan Þjóðverjum þegar Noregur var hertekinn og bæði ræktuðu og földu og grófu gerðu kartöflugeymslur sem ekki voru sýnilegur og svoleiðis. En það getur alveg verið. Ég líka var búin að velta fyrir hvort þetta hefði verið svona stoppustöð á leiðinni að Básenda þegar var náttúrulega verslun lagðist á tímabili í Grindavík, hvort að menn hafi verið að fara hérna á milli, þetta er það stutt frá Árnastíg en þetta er bara svo fábyrgi en kannski eru þau fleiri. Þannig að þessu er alveg ósvarað en svona mín helsta niðurstaða að þetta er einhver sem vildi fara að Hulduhöfði eða fel eitthvað en þetta séu fiskibyrgi og svo lengra er ég ekki komin en það er náttúrulega von mín að kannski fá að rannsaka þessi nýbyrgi einhvern tímann og svo ætlum ég bara takk fyrir mig og þetta er enn einn hellirinn við skipstíginn. Já, takk fyrir það. Ég kannski, má ég byrja? Já. Ég var skoðið með
Hin fiskibyrgin, hvað þau gömul, þessi sem eru þá á Gufuskóla og hinn? Selatanga er örugglega bara allt 19. öld. Öll eldri byrgin eru farin. Á Ísólfsskála þau eru örugglega eldri frá þessum miðöldum fram á 18. öld. Þar var hægt að vera með verstu á 19. öld. Gufuskálar eru náttúrulega mjög gamlir, miklu eldri. Og þetta er bara sama formi sem er verið að nota og maður sér aðeins mun á bara hraungrjótinu sem er verið að nota, hvernig formið verður. Það er miklu gljúpara þetta sem kemur úr yngra hrauni en formið er mjög líkt og við erum búin að teikna nokkur þeirra upp og mynda ofanfrá, þannig að þá sér maður það enn betur og ég allavega svona það er mín tilfinning að þetta sé fiskibyrgi. En það er náttúrulega bara erfitt að aldursgreina og eina leiðin kannski að sé einhverja leifar eftir í gólfinu sem hægt var að nota eða reyna að sjá hvort það hægt sé aldursgreina mosa og væri hægt að gera það. En það er ekkert eftir í gólfunum í Tyrkjabyrgjunum í Sundavörðu. Það er eiginlega allir búið að ganga það allt og hellurnar eru náttúrulega brotnaðar og svona, þannig að mikið breyst við umgang. Það er náttúrulega viðkvæmt þarna hraunir sko. Þannig að Já, góður. Takk fyrir lögnin, það var gaman að heyra. Ég fór á þennan stað með Gísla Gessinni fyrir 4 ára síðan svona. Þá töluðum að það ræddum það að þetta væri fiskbyrgi. Við gátum ekki skilið hvers konar voru þetta þannig svona langt frá sjó og í svona miklu fél. Mér finnst það mjög skemmtileg tilgáta að þessi svona skattaundanskot frá það er alltaf svo mikil byggð þarna niðri á Jafngerastæðum og Húsatóftum og þannig þú veist, það er ekkert. Er þetta þá menn hafa verið að fara með svona aflan heim eitthvað upp í Skálholt og farið þar á hlutar áður en að koma? Náttúrulega menn fengu bara sinn hlut í bátnum og kannski var hlutur og stundin lítill og þá menn kannski verið að hafa eitthvað undan. Þetta er bara svona hugmynd sko. Eru til svona fiskibyrgi í nágrannalöndum þar sem fiskveiðar eru stundum? Jafnvel þó að sé ekki hraun, kannski? Já, það er til. Eins og hvað, þetta sá í Skotlandi og Hjaltlandseyjum og það er eitthvað til að þessu í Norður-Noregi. En það er meira að nota timbur þar, maður sér það, til dæmis eins og ég var nú að skoða með refagildur. Við erum búin að finna núna einhver 80 refagildur á Reykjanesinu og mjög margar þarna í kringum Grindavík að þær voru gerðar oft úr timbri í Norður-Noregi en við notum þarna alltaf grjót, það bara vegum minna af timbri. Já, takk fyrir þetta, mjög skemmtilegt. Gætu við sýnt okkur að setja hvort? Ég var að spá í þessar leiðir sem að liggja við aðeins á samleiki sem staðar eru líka við Árnastígurinn og... Þetta er Árnastígur, hérna, já, og hann tvískiptist hérna sko. Hann kemur hérna niður á Húsatótt með staðarhverfinu. Þetta er hérna Prestastígurinn og þetta er Skipsstígur. Það er síðan tenging frá Járngerðarstöðum og hér yfir á Árnastíginn. Síðan þegar hann kemur semst upp, hann kemur að Höfnum og svo kemur hann upp hjá Illaklifi í hérna Ósánum og út af Básöndum. Og þetta er náttúrulega líka leiðin að hérna Njarðvík. Og þetta sem sagt, byrgin eru hér. Það hefur verið sagt að þetta sé brauðstígurinn semst í hellinn, en það er eiginlega alveg óhugsandi. Sko, þetta er bara stígur sem hefur myndast núna kringum semst byrgin. Ég held að menn hafa farið hér, ef að menn hafa farið hérna og hér í brauðhellin. Og þegar þið sáu, ég geti séð bara myndina hérna, þetta er Árnastígur, þetta er bara slétt hraun og mjög auðvelt að ganga, er bara rétt fyrir utan hérna, sem sagt, Sundavörðuhraunið. Þið geti séð þessa mynd hérna, byrgin eru hér, þetta er hraunið sem sagt hérna, og hér, sem sagt, við hraun í aðarinn hér er Árnastígur. Og það er eiginlega alveg ómögulegt að koma inn á hestum. Það er hægt kannski ef maður fer, það er hugsanlega hægt að fara hérna, stytta sér einhverju svona leið hér, en það er engin leið þar sko. En hvað tekir þetta frá þú?
Árnarstígur 18 kílómetrar. Þetta eru svona, allir ekki svona 4, 5, eitthvað svoleiðis. Nei, hann 26 kílómetrar Árnarstígur. Maður ekkert lengi að hlaupa þetta, sko. Og örugglega ekki hérna áður fyrr, sko. Þá fannst maður miklu minna mál að ganga heldur en í dag, sko. En það sem sko, þegar maður kemur hérna, þetta er svo úfur hraunið hérna, þau langar bara ekkert að fara þarna yfir, sko. Og það sem sagt að krækja aðeins hérna fyrir. Þetta hérna, sem sagt hér búið að gera þennan stíg frá 1990 sem var lagður hérna þvert yfir allt, sko. Og hann fer hérna niður, hann liggur með eldvörpunum, þannig að þetta ganga núna með sem sagt gígaröðinni. Og hann gerir, þegar maður kemur núna, þá finnst maður kannski eins og þetta hafi verið auðveldara, af því að þegar maður sér hann, sko, en hann var ekkert til stað. Nei, hann var bara lagður á korti og búinn til þarna, sko. Og ég fann þau til dæmis ekkert, mjög auðveldlega í fyrsta skipti, ég labbaði þarna allt og bara eiginlega trúði ekki að væri þarna inn í þessu litlu kvos, sko. En núna þegar ég er búin að fara svona oft, þá finnst þetta ekkert mest erfitt. En við erum búin að fara dálítið marga ferðir núna til þess að leita hvort það séu fleiri byrgi, alveg svona markvist að skoða. Og fundum við sem segja eitt byrgi til viðbóta núna bara 2013 sem ekki með inn í skráningunni og smá garða þarna, þannig að það aðeins meira þarna. Og það sem manni kannski datt í hug, ef þetta tengdist því að menn hafa verið að nota þetta sem birgðarstöð á milli áður en að fiskurinn var fluttur út, að þá þetta svona styðsta leiðin hérna, það að fara hér út í, sem sagt, af Árnarstíg út í þetta svæði. Að menn hafa verið að geyma hann áður en að fara út af Básendum. En það svona, þá hefði maður bara viljað sjá fleiri byrgi, nema svo til hann hafa kannski ekki tekist eða eitthvað. En við vitum að fiskur var fluttur frá Grindavík að Básendum til útflutnings. Og verslunum kom náttúrulega ekki aftur fyrir en aftur á 17. öld. Það var svona, sem sagt, en það eru ýmsar sagnir í Grindavík kringum sko Tyrkina, menn hafa verið með alls konar felustað, eins og þessi hellir sem ég sýndi síðast, hann hérna við Skipstín, hann líka, það manngirti inn í honum, Dýrfinnhellir, að það hann hafa menn notað til þess að flýja. En við sjáum það bara öllu Reykjanesinu þar sem við erum búin að skrá svona mikið bæði fjárskjólum og hellum að menn eru bara að nýta sér þetta sem húsaskjól. Þú sparaði vinnuna við að gera þak, smalarnir geta verið þarna, þetta eru fjárskjól og ég meina það eru okkur 130 svona fjárskjól á Reykjanesinu í svona hellar og þeir eru örugglega ennþá fleiri sem eiga að finnast. Það er alltaf að finna eitthvað svona nýtt, svoleiðis sko. En svo getur þetta verið þannig að menn hafi hafst við þarna úti og þá verður menn átt þessi byrgi. En það er óljóst líka að sjá sko hversu langa tíma þetta hefur verið notað en það væri kannski hægt með rannsóknum á nýju byrgin og skoða gólfum. Hafið þið fundið eitthvað sem getur notað til landslagsbreytingar? Nei. Ekki í þessu nýju byrgum ekki? Já, við höfum bara ekkert snert. Við, ætlum að geta að gera það nema og þú fer náttúrulega ekkert að grafa byrgin í Sundörnum, þau eru friðlýst en hin eru það ekki og ég held að það væri áhugavert fyrir minjaversluna að rannsaka nýju byrgin áður en kannski að verður umgangur meiri og við vitum að það er komin alltaf ein borhóla í viðbótana og hún er bara rétt hjá þessari sem sko hellirinn líkur er hérna í öðrunum hérna og hún er bara að koma hérna á þessu svæði þannig að hún er ekkert að raska þessu minni, hún aðeins raskar Árnastíg, þverar hann, en það þýðir kannski bara meira aðgengi þegar borholan er komin. Þegar sumir túristar koma að skoða borholur og aðrir fara gangum og þannig að það er svona vakið athygli og maður sér það alveg frá því að eldvörpin hafa verið í umræðunum síðustu árum vegna þess að maður vilja friða svæðið að þá hefur orðið meiri eða þess að menn eru meira að koma á svæðið sem ég skil, þetta er náttúrulega einstakt að fara þarna sko, að skoða allar þessi gígaröð og fara þessar leiðir. Ég myndi fara áður en næsta borhola kemur og þá maður lappar sunnan við gígan þá sér maður ekki borholan en maður heyri alltaf rosalega hávaðamengun af þessu. Það er allan tíma svona alveg rók af þessu.
Og svo geta náttúrulega leynst þarna fleiri. Ég finnst ekkert ólíklegt þar sem þessi 9 eru að það séu fleiri þar í kosinu, sko. Það var eitt byrgi sem hefði hálf, hlaðið, veldur til þess að þau sé ekki kannski endilega sama tíma. Nei. En það er eiginlega bara neðst á röðin. Ég veit ekki hvort mann hafa verið að fara að gera byrgi eða hvort það sé að vera að taka, þú veist, hleðslugrót af eða eitthvað. Það er erfitt að segja. Og svo finnst mér líklegt að við eigum eftir að finna fleiri refagildur. Þær eru stundum erfitt að finna þær, sko. Og ég man nú bara fyrir nokkrum árum að tala um það að vera svo sjaldgæft. En bara ef maður fer út og segist að finna refagildur, þá bara finnum við fullt af refagildur. Það er bara þannig. Markvisst fyrir að leita. Eins og Selatöngum, ég held að það konar 7 eða 8 þar, það var bara vitað um 1. Og við fundum 3 eða 4 nýjar þarna fyrir ofan Grindavík núna, sko. En það var refurinn bæði til þess að forðanum hann kæmist ekki í fiskinn, þá var líka verðmæti að flytja út skinnið og við sjáum það á bara útflutningsskýrslum frá 17. öld að þá var verið að flytja út fullt að refaskinn. Og ég var sko á miðnisheiðina í fyrra og þar fann ég fullt að refagildum sem voru ekki þekktar, sko. Það er stundum erfitt að segja þetta, þegar það er búið að eyðileggja þá sér maður ekki alltaf hvernig það eru, sko. Þannig að ég veist að það geta alveg komið fleiri refagildur í ljósana, sko. Takk kærlega fyrir þetta. Áfram að vera við. Takk. Takk fyrir þetta.